Komið. Góðan dag og velkomin á 331. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundin og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki, þá langar mig til þess að óska eftir því að fá að bæta einu máli á dagskrá fundarins. Og það er mál númer 1, fundargerð 267. fundar byggðaráðs. Aðrir liðir færast eftir því. Þeir sem það samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Áður en við byrjum þá ætla ég aðeins að renna yfir þá sem sitja í fundarsalnum í dag. Það er Anton Kári Halldórsson, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karólína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Bjarki Oddsson, Guðri Hildstad Ólafsson í fjarveru Rafns Bergssonar, Tómas Birgir Magnússon sem hér stendur, Margrét Jóna Ísólfsdóttir, skrifstofu og fjármálastjóri, hún sér að rita fundargerð og með okkur er líka Sigurmundur Jónsson, markas- og kynningafulltrúi sem sér upptöku og útsendingamál á fundinum í dag. Og þá bara göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá er þá lögð fram til staðfestingar og umræðu 267. fundargerð byggðaráðs. Og er einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki þá ber ég 267. fundargerð byggðaráðs upp til samþykktar. Þau sem hana samþykkja gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það annað mál á dagskrá, það er minnisblað sveitarstjóra 14. nóvember 2024, lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og þeir sem fylgjast með fundi. Ég ætla að venju að stikla hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við á undanförnum. Fyrst ber að nefna dagana 31. október til 1. nóvember var haldið ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga í Hveragerði. 100 fulltrúar 15 sveitarfélaga á Suðurlandi tóku þátt í þinginu. Samhliða þinginu eru einnig haldnir aðalfundir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Sorpstöðvar Suðurlands. Eitt af meginverkefnum ársþings samtakana er að bera upp ályktanir varðandi ýmis mál sem brýnt er að ráðast í landshlutanum öllum til hagsbóta. Sveitarstjórnarmenn á Suðurlandi hafa frá því í byrjun hausts starfað í málefnanefndum við undirbúning ályktunum til að leggja fram ársþingi. Í því felst talsverð vinna sveitarstjórnarmanna og vil ég þakka sveitarstjórnarmönnum í Rangárþingi eystra sérstaklega fyrir þá vinnu í aðdraganda þingsins. Í ár voru bornar upp og samþykktar þó nokkrar ályktanir í mikilvægum málaflokkum, meðal annars í samgöngumálum, mennt- og menningarmálum, umhverfis- og skipulagsmálum, atvinnumálum og velferðarmálum. Það er mikilvægt fyrir okkur Sunnlendinga að standa saman sem ein heild til að sýna styrk og ljá málum brautargengi. Því með samstöðunni verður rödd okkar mun sterkari og uppbygging svæðisins í heild kemur okkur öllum til góða og eykur okkar lífsgæði. Í tengslum við ársþing SAS hefur myndast sú hefð að veitt eru menningarverðlaun Suðurlands og voru verðlaunin nú veitt í 7. sinn. Alls bárust 11 tilnefningar til verðlaunanna að þessu sinni. Ljóst var að dómnefnd sem skipuð er fulltrúum sveitarfélaga á Suðurlandi áttu erfitt starf fyrir höndum þar sem gróska í menningarlífi Sunnlendinga er gríðarleg og margir skara fram úr á því sviði. Það er gaman að segja frá því að í ár komst dómnefndin að þeirri niðurstöðu að menningarverðlaun Suðurlands árið 2024 hlyti Ingibjörg Erlingsdóttir, tónlistarkennari, tónlistarkona, kórstjóri og frumkvöðull á sviði tónlistar og svo margt fleira. Við sem þekkjum til Ingibjörgar og hennar starfa vitum að hún er svo sannarlega vel að þessum verðlaunum komin. Ingibjörg lifir og hrærist í tónlist, hvort sem er með börnum eða fullorðnum og hefur komið víða við á sínum ferli. Fyrir hönd Rangárþings eystra óska ég Ingibjörgu innilega til hamingju með viðurkenninguna og vonandi eigum við eftir að njóta krafta hennar áfram ókomin ár. Rangárþing eystra var eitt af 5 sveitarfélögum á Íslandi sem tók þátt í verkefni á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem sneri að greiningu á kostnaði og tekjum sveitarfélaga vegna meðhöndlunar úrgangs.
Verkefnið var talsvert umfangsmikið og oft og tíðum reyndist erfitt að afla og bera saman mismunandi upplýsingar. Út frá niðurstöðunum má glögglega sjá að Rangárþing eystra ásamt öðrum sveitarfélögum í Rangárvallasýslu er á réttri leið með úrgangsmál þar sem umsýsla þau er alfarið í höndum sveitarfélagana. Með því móti næst góð yfirsýn yfir málaflokkinn og auðveldar viðbragð þegar á þarf að halda. Einnig hefur okkur tekist í okkar samlagi að auka gríðarlega verðmæti úrgangs með því að leita bestu farvega í endurvinnslu og endurnotkun. Sorpstöðin okkar hefur mikinn metnað fyrir því að gera enn betur og til að nefna dæmi sem nú þegar í vinnslu er það til dæmis uppsetninga á sorpbrennslu á Strönd sem brenna óendurvinnanlegan úrgang og skila sér í varmaorku, móttaka og meðferð á Seyru til landbóta og heildar endurskipulagning á grenndarstöðum í sveitarfélagana. En stór þáttur í því hversu vel gengur hjá sorpstöðinni í að sinna þjónustu og halda kostnaði íbúa í lágmarki eru íbúarnir sjálfir og þáttaka þeirra í flokkun úrgangs. Það er vert að þakka fyrir og eins hvetja til þess að slá ekki slöku við í flokkun, því hún skilar sér bæði til umhverfisins og buddunar. Áfram heldur mikil uppbygging húsnæðis í sveitarfélaginu okkar. Í Hallgerðartúni rís nú hvert húsið á fætur öðru og vinnuvélar hafa varla undan í jarðvinnu við að næsta. Nú er svo komið að framkvæmdir eru hafnar eða við það að hefjast á nánast öllum lóðum í því hverfi. Það er ánægjulegt því eftirspurn eftir húsnæði eykst jafnt og þétt. Í þessari stöðu má sveitarfélagið heldur ekki slá slöku við og mikilvægt fyrir okkur að geta á hverjum tíma átt gott framboð af lóðum. Nú nýverið tók gildi deiliskipulagsbreyting í Bergþórugerði, þar sem aukið var talsvert við byggingamagn. Stefnt er að úthlutun lóða í Bergþórugerði eftir áramót og að gatnagerð hefjist strax í vor. Þá mun opnast fjölbreytt framboð á lóðum fyrir fjölbýli, rað, par og einbýlishúsalóðir. Framkvæmdir við uppbyggingu íbúða, verslunar og þjónustusvæðis í miðbæjarsvæði Hvolsvallar hafa tafist talsvert. Nú virðist þó eitthvað vera að birta til í þeim málum og hefur verktaki hafið vinnu við aðstöðusköpun framkvæmda. Einnig hefur verið skilað til byggingafulltrúa og uppdráttum af fyrstu byggingum við Vallabraut og Bæjarbraut. Samkvæmt upplýsingum frá verktaka stendur til að hefja framkvæmdir við Vallabraut á allra næstu dögum en er að ræða 10 íbúðarhúsnæði á 2 hæðum. Nú er á lokametrum í skipulagsferli breytingar að snúa uppbyggingu hótels við Austurveg 19. Er að ræða 66 herbergja hótel á 2 hæðum með tilheyrandi aðstöðu svo sem veitingasal, eldhúsi og þjónusturýmum. Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdaraðila er smíði einingahússins nú þegar hafin og er stefnt að því að hótelið verði tekið í notkun í júlí á næsta ári. Á síðasta fundi byggðarráðs Rangárþings eystra var samþykkt áframhaldandi vilyrði til Festi hf. Fyrir lóðunum við Austurveg á milli N1 og Apóteksins. Festi hefur skilað inn til sveitarfélagsins tillögum að hönnun lóðana og byggingum sem á þeim koma til með að standa. Áfram verði unnið að frekari hönnun í samráði fyrirtækisins og sveitarfélagsins. Vonast er til þess að framkvæmdir á lóðunum geti hafist á árinu 2026 og hafi verið rekstur Krónunar á nýrri staðsetningu árið 2027. Starfshópur könnun fýsileika jarðgangna milli lands og Vestmannaeyja sem undirritaður hefur setið í undanfarið ár skilaði og kynnti skýrslu sína nú í nóvember. Var að ræða talsvert umfangsmikla skýrslu sem leggur til aðgerðaráætlun til þess að hægt verði að taka ákvörðun hvort þessi möguleiki sé fyrir hendi. Í skýrslunni er lagt upp með áfangaskiptingu rannsóknarverkefna þar sem hver og einn áfangi gefur annaðhvort tilefni til að halda áfram eða staldra við. Hagsmunir Rangárþings eystra er ekki síður mikilvægir í þessu verkefni og hefur þeim verið haldið á lofti í vinnu starfshópsins. Vonir standa til þess að hafist verið handa við fyrsta rannsóknarverkefni sem allra fyrst en í því felst kjarnaborun í Heimaey til þess að greina burðarhæfni og þéttleika jarðlaga í Vestmannaeyjum. Skili þessi fyrsta rannsókn ásættanlegum niðurstöðum verður farið í næsta verkefni sem myndi þá verða sambærileg borun á Krossi í Landeyjum og svo koll af kolli. Starfshópur Fýsileikastofnunar Þjóðgarðs í Þórsmörk hélt íbúafund í Hvolnum þann 23. október. Fundurinn var virkilega vel sóttur og sköpuðust góðar og gagnlegar umræður málefnið. Eins og gefur að skilja og öllum er ljóst skipar Þórsmörk sérstakan stað í hugum okkar allra og allir hafa metnað og vilja fyrir því að svo megi vera til framtíðar. Starfshópurinn hefur nú fundað með flestum hagaðalum vegna vinnunar og hefur sú vinna verið afar gagnleg og fræðandi. Áætlað var að starfshópurinn myndi skila skýrslu til ráðherra þann 15. nóvember með sínum tillögum. Nú er hins vegar vinna hópsins við greiningu kosta og galla verkefnisins að hefjast út frá þeim samtölum sem við höfum átt á undanförnum. Það er mörgu að hyggja og er mikill vilji hópsins til þess að skila á sér vandaðri og góðri skýrslu framtíð Þórsmerkursvæðisins.
Frestur hefur verið veittur til 15. janúar til þess að skila endanlegri skýrslu til ráðherra umhverfismála. Umhverfisþing á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis var haldið í Hörpu þann 5. nóvember. Umræðuefni þingsins voru annars vegar loftslagsbreytingar á breiðum grunni og áhrif þeirra á okkar samfélag og hins vegar þjóðgarðar og friðlýst svæði. Þar sem seinna málefnið átti einkar vel við þá vinnu sem á sér stað varðandi kost og galla stofnunar þjóðgarðs í Þórsmörk tóku fulltrúar Rangárþings eystra úr sveitarstjórn og skipulags- og umhverfisnefnd þátt í þinginu. Þingið tókst vel og var afar upplýsandi fyrir þá sem tóku þátt. Þó svo að umhverfismál almennt fái frekar lítið vægi í umræðu fyrir komandi alþingiskosningar dylst það engum að er að ræða eitt af stórum málunum til framtíðar litið. Lokið hefur verið við ráðning á nýjum umhverfis- og garðyrkjustjóra Rangárþings eystra. Magnús Þór Einarsson hefur verið ráðinn til starfsins og mun hann hefja störf í byrjun desember. Fyrir hönd Rangárþings eystra býð ég Magnús velkominn til starfa. Í sumar var auglýst laust til umsóknar starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingafulltrúa en sú auglýsing skilaði ekki árangri. Nú hefur starfið verið auglýst laust til umsóknar að nýju og umsóknarfrestur til og með 29. nóvember og hvet ég alla áhugasama þetta spennandi starf að kynna sér það og sækja um. Og að lokum, nú siglum við hraðberinn í skammdegi, dagarnir verða styttri og styttri og því tilvalið að ráðast í jólaskreytingarnar af miklum móð. Þar lætur sveitarfélagið sitt ekki eftir liggja og verða jólaljósin tendruð í sveitarfélaginu þann 20. nóvember með hefðbundum hætti. Það er hátíðleg stund sem markar upp af jólaháttíðarinnar hjá mörgum íbúum sveitarfélagsins, ungum sem öldnum. Hlökkum til að sjá okkur þar. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Er einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram og þriðji liður á dagskrá er fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Fjárhagsáætlun lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Áætlunin hefur verið unnin af fjármálastjóra og sveitarstjórn á vinnufundi sveitarstjórnar. Á vinnufundum hafa allir fulltrúar sveitarstjórnar verið boðaðir og tekið virkan þátt í vinnunni. Er einhver sem vilja tjá sig hér? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti og sveitarstjórnar fulltrúar. Já, við erum að leggja hér fram fjárhagsáætlun Rangárþings eystra fyrir 2025 og næstu 3 ára til fyrri umræðu. Eins og Tómas kom inn á að þá er áætlunin verið að mestu unnin af starfsfólki sveitarfélagsins og sveitarstjórnar fulltrúum og kunnum við auðvitað öllum þakkir fyrir mikil og góð störf. Rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi og endurspeglar fyrstu drög áætlun það. Lagt hefur verið áherslu að halda hækkunum gjaldskrá í algjöru lágmarki, líkt og við gerðum á síðasta ári. Sérstaklega hefur verið horft til fjölskyldufólks í þeim efnum. Gert er ráð fyrir töluverðum fjárfestingum á næstu árum, enda víða þörf á viðhaldi og uppbyggingu. Stærstu liðir í þessari áætlun í fjárfestingum eru gatnagerð og það fylgir því að við erum að byggja upp og við erum að stækka og erum að vaxa. En vissulega í svoleiðis umhverfi að þá þarf að vanda vel til verka og það má lítið út að bregða. Og því bara tel ég að já, í þessari vinnu höfum við gert það og við munum svo fjallum hana áfram á vinnufundum á milli umræðana. En já, það er ánægilegt að hún sé komin hérna til fyrri umræðu. Takk. Takk fyrir, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þriðja lið? Ef svo er ekki, Lilja, gjörðu þið svo vel. Já, oddviti og sveitarstjóri, takk fyrir þetta. Það er gott að þetta er komið til fyrri, eða fjárhagsáætlun hefur verið sett á dagskrá til fyrri umræðu og það er jú rétt, það hafa verið haldnir vinnufundir, hefðu gjarnan mátt vera fleiri en það tókst ekki að hóa fólki saman og þetta var svona aðeins í játnum að komast inn á þennan fund en gott að það er komið og ég vonast til þess að verði haldnir þá góðir vinnufundir á milli umræðina og óska eftir að verði gert nú í tæka tíð gott plan að fundum þannig að það sé hægt að áætla að flestir komist á alla fundi. Það var aðeins erfitt á hinum vinnufundum. Takk. Takk fyrir, Lilja. Það eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Ef svo er ekki að þá
beri eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn vísar afgreiðslu fjárhagsáætlunar til 2. umræðu í sveitarstjórn þann 12. desember næstkomandi. Þeir sem það samþykkja gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá er viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2024. Byggðar á samþykkt á fundi sínum þann 7. nóvember 2024 fyrir sitt leyti viðauka 2 við fjárhagsáætlun Rangárþings eystra með 3 samhljóða atkvæðum. Viðaukinn í heild gerir ráð fyrir lækkun á fjárfestingum 114 milljónir, handbært fé hækkar sem því nemur. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, fundarmenn og aðrir áheyrendur. Mér langaði bara að koma rétt fram undir þessum lið og þarna er verið að lækka fjárfestingu seinasta árs 144 milljónir. Það náttúrulega skýrist ekki eingöngu í lækkun á fjárfestingu eins og það kannski kann að birtast. Það hefur eitthvað með tekjur og móti fjárfestingum. En það er samt gert ráð fyrir þessum viðauka að við séum að þarna hætta við viðhald á félagsheimilum sem mér finnst afskaplega miður. Það höfum ekki getað komist í á seinasta ári. Því að félagsheimilin okkar liggja undir mikilli viðhaldsstörf og við gerðum ráð fyrir 20 milljónum í viðhald á félagsheimilum og ég hefði svo gjarnan viljað því að það þarf svo miklu meira en 20 milljónir í viðhald að við hefðum getað komið þessum fjármunum sem við gerðum ráð fyrir í verk í félagsheimilum. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Anton Kári, gjör svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er bara laukrétt hjá hana Bjarka. Það hefði verið vissulega þörf á því að komast í, við gerðum ráð fyrir 20 milljónum í félagsheimili. Það hefði verið afskaplega gott að koma allavega einhverju af þeim framkvæmdum á stað. Þessar 20 milljónir voru áætlaðar í þak á Njálsbúð en það í rauninni bara tókst ekki að komast í þá framkvæmd. En að öðru leyti í þessum viðauka eins og Bjarki kom inn á líka stærsti liðurinn náttúrulega þarna tekjur á gatnagerðargjöldum. Þannig að, en ég bara ætla að taka undir það og við bara verðum að gera betur í þeim málum og sinna þessum húsum. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykkta. Sveitarstjórn samþykkir viðauka 2 við fjárhagsáætlun Rangárþings eystra 2024. Þeir sem að samþykkja gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá Kirkjuhvoll ársreikningur 2023. Lagður fram til staðfestingar ársreikningur Kirkjuhvolls 2023. Eru einhverju hér sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Lilja, gjörðu svo vel. Oddviti og fundarmenn, takk fyrir það. Bara gott að fá ársreikning Kirkjuhvolls inn á fund sveitarstjórnar. Það voru svona örfáir liðir sem mér fannst svona langað að fá aðeins skýringu á. Það var annars vegar varðandi rekstrarniðurstaðan er náttúrulega neikvæð. Ég sé það vegna vaxtagjalda fyrst og fremst. Sá samt að það voru þarna liðir eins og fæðis- eða matarkostnaður, fæðiskostnaður sem ég gæti ekki betur séð að væri, ég leit nú bara hratt yfir þetta, hefði lækkað á milli ára. Ég er að reyna að finna þetta, ég best afsökunar, það hafi ekki verið betur undirbúin, það bara fór svo hratt fyrst gegnum fyrstu liði. Aðeins skjótur skakku við út af annars vegar hækkun. Það er fæðissalur. Hún lækkar um 11, töluvert mikið á milli ára. Mér langar bara að fá aðeins skýringu á því hver það getur verið ef að sveitarstjórn getur brugðist við því.
og annars vegar var ég líka að hugsa sérfræðiþjónustuna. Það er gríðarlega hækkun á milli ára. Ég sá reyndar aðeins skýringu á því í ársreikningum, en væri kannski gott að fá aðeins betri skýringu á því hér uppi. Annars þetta bara ágætt að því fyrir utan vaxtakostnað þá reksturinn í rauninni réttu megin við núllið, sem vel. Takk. Takk fyrir Lilja, Anton Kári gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta bara laukrétt hjá Lilju, það rauninni þessi tveir liðir sem stingist úr. Annars vegar var þetta það að Rangárþing Eystra var að greiða of mikið með, það var breytt gjaldskrá 2023 og þar sem að tekjurnar þá lækkuð, það var verið að rauninni að niðurgreiða matinn á Kirkjuhvoli, þannig að það kemur inn. Og varðandi þessi 15 milljón króna reikningu frá HSU, að þá getum við ekki alveg borið ábyrgð á því að það er bara HSU gleymdi að senda reikning fyrir þessari þjónustu frá 2020 til 2023, þannig að við fáum hann í einskipti. En að öðru leyti einmitt bara reksturinn í þokkalegu jafnvægi og bara hrós til starfsmanna Kirkjuhvols varðandi það og okkar frábæra heimili. Þau eiga mikið hrós skilið fyrir allt það sem þau eru að gera. En takk. Lilja. Já, takk að okkur Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessar skýringar, Anton Kári. Láðist að nefna hérna líka eitt að þetta auðvitað mjög viðkvæmur rekstur eins og gefur að skilja. Það eru þarna eins og framkemur viðbótarrými sem einungis tímabundin að ég best veit til áramóta hverju sinni og eins og kemur fram hérna í áliti að það má lítið út að bregða ef þau fást ekki framlengd að þá er ekki grundvöllur í rauninni til þess að reka þetta rétt með við núlið. Samt sem áður eru þarna sértekjur, leigutekjur upp á 15 milljónir, þannig að það í rauninni það sem munar, annars væri reksturinn á núlli og þá 50 milljónir í mínus sem nemur öllum vaxtagjöldunum. Þannig að það þarf virkilega að berjast fyrir þarna bættum rekstraraðstæðum. Ég bara hvet forsvarsmenn til þess að gera það. Takk. Takk fyrir Lilja, Anton Kári gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara að taka heilsugar undir með Lilju og ég held að þetta sé bara líka, fínn tímapunktur núna þegar alþingiskosningar eru framundan að við öll beitum okkur og tölum fyrir þessu. Við vorum síðast og það kom hérna ágætis stjórnmálaflokkur í kaffi til okkar núna í daginn að hitta starfsfólk og það einmitt kemur fólki mjög mikið á óvart að við, þegar verið að tala að vanti inn 500 hjúkrunarrými á hjúkrunarheimili á Íslandi og allir að setja kraft í að byggja þessi hjúkrunarrými og þegar við segjum svo, við erum búin að standa við okkar hlut og búin að byggja en þurfum að berjast fyrir að hafa 6 hjúkrunarrými í notkun og fáum samning 1 ár í senn. Og það náttúrulega bara algjörlega galið, þannig að ég bara vona að við í sveitarstjórn getum bara fylgt liði og komið þessu á koppina að við fáum bara samning til þess að nýta þessi rými. En já, takk. Takk fyrir Anton Kári. Ég vil bara taka undir með þeim Lilju og Antoni Kára. Það skýtur skökku við að það vantar hjúkrunarrými og það sé ekki hægt að nýta þau sem fyrir eru og líka bara upp á fyrir sjónleika í rekstri að geta ekki gert samninga til lengri tíma hvað það varðar. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið, ef ekki þá ber ég upp til samþykktar ársreikning hjúkrunar- og dvalarheimilisins Kirkjuhvols fyrir árið 2023. Þau sem hann samþykkja að gefa merki, hann samþykktur samhljóða. Þá það 7. liður ákvörðun kjördeildir og kjörstjórnir 2024. Lögð fram tillaga kjördeildir vegna alþingiskosninga laugardaginn 30. nóvember 2024 og einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Ég ætla þá bara að lesa upp tillöguna. Tillaga að kjördeildir verði 2.
í félagsheimilinu Hvoli-Hvolsvelli fyrir íbúa vestan Markarfljóts og í félagsheimilinu á Heimalandi fyrir íbúa austan Markarfljóts. Kjördeild 1 í félagsheimilinu Hvoli-Hvolsvelli, aðalmenn Guðrún Ósk Birgisdóttir formaður, Auður Friðgerður Halldórsdóttir og Helgi Jens Hlíðdal. Varamenn Berglind Ýr Jónasdóttir, Sigurður Sigurðsson og Ólafur Rúnarsson. Kjördeild 2 í félagsheimilinu Heimalandi, aðalmenn Baldur Björnsson formaður, Magdalena Jónsdóttir og Þuríður Vala Ólafsdóttir. Varamenn Ásta Stefánsdóttir, Berglind Hilmarsdóttir og Ragnar Lárusson. Þau sem samþykkja gefa merki, það samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá, erindisbréf Jafnréttisráðs Rangárþing eystra. Lögð fram drög að erindisbréfi Jafnréttisráðs. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Guðri, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir sem sitja heima. Gaman að vera hér aftur. Ég hef engar miklar efnislegar athugasemdir en fyrst og fremst er gaman að sjá að Jafnréttisráðið er komið að koppinn og gaman að segja frá því að ég á nú sæti þar, þannig ég hlakka til að hefja vinnu. Greinilegt að erindisbréf náttúrulega bara gamla erindisbréf jafnréttisnefndar Rangárþings eystra sem var starfandi áður fyrr. Það aðeins og þetta bara svona orðalagsbreytingar sem þurfa að eiga sér stað af því nú jafnréttisráðið komið í stað fyrir nefndin, þannig að það þarf að breyta það persónufornöfnunum í erindisbréfinu. Þannig við erum að tala það ráðið og ekki hún nefndin. Það svona bara hvað segja málfræði lagfæringar. Svo var það 11. grein, kannski fyrst 4. grein. Þar tekið fram að Jafnréttisráðið á að vera að skipa sér með ritara. Og svo stendur svo seinna að starfsmaður sveitarfélagsins á að sjá um að rita fundargerðir, þannig ég er að velta fyrir mig hvað þessi ritari í ráðinu á að gera. Og í 11. grein talað um að jafnréttisfulltrúi á að vera þá ráðinu innan handar og ég bara forvitnast hver núna jafnréttisfulltrúi Rangárþings eystra. Og það það sem ég hef að segja á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir Guri, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það og takk fyrir Guri, bara laukrétt að það þarf að gera smávægilegar breytingar á erindisbréfinu og svona lúslesa það yfir og leiðrétta. Ég held í grunninn sé þetta bara mjög gott og þetta er byggt náttúrulega eins og Guri kom inn á, byggt á erindisbréfi fyrir jafnréttisnefndina og bara gildandi erindisbréfum fyrir aðrar nefndir hjá Rangárþingi eystra. Jafnréttisfulltrúi þarna á bara náttúrulega að starfa starfsmaður ráðsins og við höfum í rauninni fengið Helgu Guðrúnu til þess að hún ætlar að vera starfsmaður ráðsins sem starfsmaður hjá okkur og henni á örugglega eftir að fylgast það vel úr hendi. Ég er bara aðeins að spá í ég hef náttúrulega helst vilja bara afgreiða bréfið en ef það þarf að gera þessar breytingar hvort að ég veit til þess að það er búið að boða til fyrsta fund ráðsins. Við náttúrulega skipuðum í ráðið á síðasta sveitarstjórnarfund og ég held að það hefði verið sendt út fundarboð í gær eða eitthvað svoleiðis fyrir ráðið. Hvort við eigum ekki bara að vísa líka þá bara erindisbréfinu inn í jafnréttisráð og þau myndu rýna það líka. Ég held að það væri svo sem ágætis til að. Og svo ætla ég að benda líka á eitt að þá að samkvæmt þessu drögum að þessu erindisbréfi, það kemur að vísu ekki fram í samþykktunum okkar en samkvæmt drögum að bréfinu þá þarf að kjósa formann ráðsins semst fyrir fyrsta fund.
Og ég legg það samt til þá að við gerum það núna, vísum erindisbréfin en kjósum, eða leggjum til þá formann ráðsins, þannig að það sé klárt fyrir fyrsta fund nefndarinnar. Takk. Tökum smá fundarhlé. Já, velkomin aftur. Við erum hér að ræða 7. lið á dagskrá. Það erindisbréf Jafnréttisráðs Rangárþings eystra og Lilja Einarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Lilja. Já, oddviti, aðri fundamenn, takk. Heyrðu, mér finnst það bara ljómandi góð tillaga að vísa erindisbréfinu til umfjöllunar í Jafnréttisráðinu. Enda gagnrýndum við það hér þegar önnur erindisbréf nefnda komu fyrir og það var búið að senda þau til nefnda áður en þau komu fyrir sveitarstjórn. Mér finnst þetta rétt að hér komi erindisbréfi til umfjöllunar og við sendum svo ráðinu það til umfjöllunar. Þannig að ég fagna þeim vinnubrögðum og bara styð það að sjálfsögðu. Takk. Takk fyrir, Lilja. Ég ætla þá, fyrirgefið, eru fleiri sem vilja taka til máls. Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn vísar drögum að erindisbréfinu til Jafnréttisráðs. Í samræmi við erindisbréfið skal sveitarstjórn tilnefna formann ráðsins. Tillaga er að Árný Hrund Svavarsdóttir verði skipaður formaður ráðsins. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá, fyrirspurnir B-lista, nóvember 2024, lagða fram fyrirspurnir B-lista vegna fundar sveitarstjórnar við ungmennaráð og stöðu barnvæns samfélags. Ég má ekki bjóða ykkur í B-listanum að fylgja þessu úr hlaði. Guðri, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Við erum með tvær fyrirspurnir. Fyrri er svo hljóðandi að 317. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra þann 12. október 2023 var eftirfarandi bókun gerð. Sveitarstjóra falið að boða ungmennaráð til fundar við sveitarstjórn. Fulltrúar B-lista spyrja, er fyrirhugað að halda slíkan fund á næstunni? Nú hafa nýir fulltrúar í ungmennaráðinu tekið til starfa og væri það okkar mati fróðlegt að heyra hvaða málefni þeir vilja koma á framfæri í sveitarfélaginu.
og næsti fyrirspurn að 314. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra þann 11. maí 2023 var eftirfarandi bókun gerð. Sveitarstjórn þakkar fyrir greinargóða skýrslu og óskar eftir að fá verkefnastjóra Barnvæns samfélags til fundar við sveitarstjórn til að fara yfir niðurstöður skýrslunnar og næstu skref í verkefninu. Fulltrúar B-lista spyrja hvar verkefnið statt í dag og áformað að fá verkefnastjóra að fund til að upplýsa sveitarstjórn gang mála. Takk fyrir. Takk fyrir, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti og sveitarstjórnar fulltrúar. Takk fyrir fyrirspurnina, Guri. Ég ætla bara rétt að renna yfir svör við tveimur, annars vegar fyrri varðandi ungmennaráð. Eins og kemur fram í fyrirspurn B-lista hafa 9 fulltrúar tekið við í ungmennaráði. Ráðið hittist á sínum fyrsta fund í gær, 13. nóvember, þar sem fundur með sveitarstjórn var til umræðu. Tillögur ráðsins að haldið verði ungmennaþing og svo muni ráðið flytja sína tillögu fyrir sveitarstjórn í febrúar 25. Varðandi málefni Barnvæns samfélags eða sveitarfélags, staða verkefnisins Barnvæns samfélags að búið að skila inn greinargerð vegna stöðumats og unnið að uppfærslu á drögum aðgerðaráætlun. Stefnt að kynningu aðgerðaráætlun fyrir sveitarstjórn á næstunni og í framhaldi verður hún send inn til samþykktar. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þetta? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Bæði þetta mjög mikilvæg verkefni þannig að það gott að málin í farvegi. Ég vil bara árétta auðvitað það hlutfallslega oft skipt fulltrúi í ungmennaráði og það sorglegt að skuli vera heilt ár síðan við óskuðum eftir fundi að því nú einmitt komnir 9 fulltrúar. Við mistum af tækifæri til að eiga samtali við þá fulltrúar sem sátu allt síðastliðið ár. Þannig að bara endilega þetta sem verið komið á sem allra fyrst. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Eru fleiri sem vilja taka til máls þarna? Það fínt að bæta fyrirspurnunum líka við þarna þannig að þær séu þá fyrirspurn og svör. Já. Ljómandi gott. Þá höldum við áfram. Og 9. mál á dagskrá eru athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd í Steinum Hvassafelli, skipulagsgátt mál númer 141. Lagt fram erindi þar sem gerðar eru athugasemdir við fyrirhugaðar framkvæmdir í Steinum Hvassafelli undir Eyjafjöllum. Erindið var tekið fyrir á 260. og 7. fundi byggðarráðs og var eftirfarandi bókun samþykkt. Byggðarráð þakkar fyrir athugasemdirnar. Nú eru umræddar framkvæmdir í lögbundnu skipulagsferli. Skipulags- og umhverfisnefnd Rangárþings eystra hefur samþykkt umsögn vegna matsáætlunar verkefnisins og bent á marga þætti sem meðal annars koma fram í umræddum athugasemdum. Næsta skref framkvæmdaraðila að vinna umhverfismat fyrir framkvæmdina sem mun einnig fara í formlegt skipulagsferli. Þegar umhverfismat liggur fyrir mun sveitarfélagið taka ákvörðun varðandi málið byggt á faglegum rökum. Byggðarráð hvetur íbúa og aðra sem málið varðar að kynna sér matsáætlun verkefnisins sem nú í kynningarferli í skipulagsgátt og gera nauðsynlegar athugasemdir ef þurfa þykir. Að öðru leyti erindinu vísað til sveitarstjórnar og skipulags- og byggingarnefndar. Þetta var samþykkt með 3 samhljóða atkvæðum í byggðarráði. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti og sveitarstjórnar fulltrúar og þeir sem fylgjast með. Ég vildi nú bara þakka þeim sem senda inn þessar athugasemdir fyrir þær. Þær vekja umræðu og ég held að það sé alveg ljóst í svona stóru máli eins og þetta mál
ef mér telst nú rétt til að þá þetta held ég eina svona ferðaþjónustutengda verkefnið í Rangárþingi eystra sem hefur farið í umhverfismat. Þannig að ég held að það lýsi líka stærð verkefnisins. Og það sem ég vildi, í rauninni koma bara upp og segja að þetta lögbundið ferli, þetta langt ferli og sem betur fer það faglegt og mörgum sinnum í ferlinu í rauninni tekið við athugasemdum og það kynnt. Þannig að ég vona því að þetta mál og vona það svo sannarlega að það fái farsælan endi. En bara fyrst og fremst að við vöndum okkur og séum málefnaleg og bara alltaf, það alltaf opið fyrir athugasemdir og maður skilur vel íbúa líka sem búa í okkur sveitarfélagi að þeir spyrja spurninga og vilja skýr svör. Sum af þeim svörum og ansi mörg höfum ekkert í dag af því að það ekki búið að vinna tillöguna. Við vitum ekki hvernig það verður en það akkurat þá eins og þessi matslýsing sem nú búið að vinna umsögn við og svo umhverfismatið sjálft sem gefur okkur svör. Og út frá þeim gögnum að þá það skipulags- og umhverfisnefndar og sveitarstjórnar að móta sína skoðun og taka ákvörðun. En takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti. Mig langar að þakka einmitt þeir sem sendu okkur þetta bréf fyrir þessar athugasemdir. Þetta náttúrulega mjög umfangsmikil framkvæmd og ég mjög þakklátur fyrir þeir sem að tóku þetta saman að senda okkur þetta því að við höfum ekkert þessa staðþekkingu sem þau hafa og ég get fullvissa þau að við munum hlusta á þeirra raddir við vinnslu málsins. Að sjálfsögðu munum við vinna málið faglega og það í faglegu ferli og við þurfum að líta á þetta frá öllum hliðum og þá eru raddir þeirra ekki síst mikilvægar. Þannig að ég vil bara ítreka það þakkir fyrir þetta. Annað, ég sé að málið var tekið fyrir í Byggðarráði. Það náttúrulega stílað á sveitarstjórn og það náttúrulega vont þegar að mál fara inn í Byggðarráð sem eru stíluð á sveitarstjórn ef þau eru ekki afgreidd svo út úr sveitarstjórn. Í þessu tilviki kemur þetta inn í sveitarstjórn sem bara vel en þeir fulltrúar sem ekki sitja í Byggðarráði að þeir fái að fjalla erindið. Þannig að ég þarna legg til að við afgreiðum það þannig til framtíðar en að öðru leyti bara takk fyrir ykkur. Takk fyrir Bjarki. Ég svo sem bara tek undir með Antoni Kára og Bjarka að þetta stórt verkefni og metnaðarfullt og fullt af spurningum sem ósvarað og þarf að kafa betur í. Þetta áhugaverð líka áhugaverð uppbygging að mörgu leyti en samt sem áður bara þarf að vanda vel til verksins og áður en það hægt að taka ákvarðanir í svona máli. En þetta bara held ég góðu ferli og gott að það komi sem flestar spurningar á meðan á því stendur. Eru fleiri sem að vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki að þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun Byggðarráðs. Mikilvægt í þessu máli líkt og öðrum skipulagsmálum að vanda sig til verka í ferlinu öllu. Sveitarfélagið hefur unnið umsögn matsáætlun þar sem framkvæmdaraðilar hafa fengið skýr skilaboð þá þætti sem æskilegt sé að líta sérstaklega til við gerð umhverfismats. Þau sem staðfesta gefa merki og þetta samþykkt samhljóða. Og þá það 10. mál á dagskrá. Það svo sem sama mál, matsáætlun ferðaþjónusta við Holtsós undir Eyjafjöllum. Óskað eftir umsögn sveitarfélagsins matsáætlun vegna skipulagsbreytinga við Holtsós undir Eyjafjöllum fyrir ferðaþjónustu. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að umsögn verði vegna, fyrirgefið, nú ég að lesa vitleysu, að umsögn vegna matsáætlunar verði sendið Skipulagsstofnunar vegna áforma við Holtsós undir Eyjafjöllum. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ég vil bara hrósa þessum svörum. Þetta bara ítarleg og góð umsögn sem í þessari matsáætlun sem verið að senda Skipulagsstofnunar. Þannig að bara koma
fram þar mörg mikilvæg atriði. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn samþykkir framlagða umsögn vegna matsáætlunar við Holtsós undir Eyjafjöllum. Þau sem það staðfesta gefa merki. Það er staðfest samhljóða. Og 11. liður, það er aðalskipulag Brekkur. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að breyting að aðalskipulagi verði send til yfirferðar fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Aðalskipulag á Brekkum, þetta er líka skipulagsmál sem hefur verið töluvert í umræðunni og þess vegna finnst mér eðlilegt að koma hérna upp undir liðnum og aðeins að skýra hann betur. Þarna er verið að senda tillögu aðalskipulagsbreytingu til yfirferðar. Það er ekki verið að senda málið í auglýsingu, það er ekki búið að afgreiða málið. Þetta er í formlegu ferli eins og annað og þetta er bara þarna liður í því að taka faglega ákvörðun, fá álit skipulagsstofnunar á þessum breytingum sem er verið að leggja til, bara þannig að það sé algjörlega skýrt. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til athugasemdar fyrir auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 12. liður, aðalskipulag miðbæjarsvæði Hvolsvallar. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og að hún verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 13. liður á dagskrá. Það er deiliskipulag Austurvegur 19. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er eitthvað í þessum dagskrárlið sem að fundarmenn vilja ræða? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti. Ég kem aftur upp undir þessum lið. Ég kom upp undir honum seinast þegar hann var til umræðu líka og mun gera þangað til að við afgreiðum málið líklega. Ég hef verulega áhyggjur af vegtengingunni. Þarna í þessu skipulagi gerum við ráð fyrir að þetta hótel fái vegtengingu við Vestfirði Gassauka. Eins og við þekkjum öll, þá er þessi gatnamót helsti vandræðapunkturinn hjá okkur í umferð. Við höfum verið að reyna að leysa úr þessum agnúum með alls konar ráðum. Við höfum kallað Vegagerðina að borðinu til að aðstoða okkur, til að fara í framkvæmdir. Nú ætlum við að fara að veita þarna umferð inn mjög stórt hótel og við getum bara ímyndað okkur eða lokið augunum og ímyndað okkur klukkan er 11 laugardagsmorgni. Það er tékk út á hótelinu alla umferðina sem að kemur þarna. Ég ætla ekkert að fella þetta eða greiða atkvæði á móti þessu, en ég mun benda á þetta þangað til að við getum fundið einhverja betri lausn á þessu. Þetta eru vandræði og við getum séð það strax. Við þurfum að finna betri lausn á tengingu við þetta hótel. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir
oddviti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég bara tek undir með félaga mínum honum Bjarka. Þetta eru erfið gatnamót, þetta eru hættuleg gatnamót, þetta eru kross gatnamót og með allri þeirri umferð sem tala ekki eins og sumrin sko, með tjaldstæði þarna og fleirað og alla umferðin á þjóðveginum okkar, þá þetta bara alls ekki gott. Og við höfum verið að þrýsta og jagast í vegagerðinni undanfarin ár og jafnvel áratugi varðandi veginn okkar í gegn Hvolsvöll. En ég leyfi mér samt einmitt að vera bjartsýnn og þetta verður þess líka valdandi að við fáum áheyrn, af því að nú loksins lokið við hönnun á veginum í gegnum Hvolsvöll með aðrennum og frárennum og beygjuvössum og fækkun tenginga og fleira og þá þessi tenging náttúrulega þar og þá verður hún örugg og með gönguþverjum. Sveitarfélagið hefur stigið líka á undan og gert ráð fyrir kostnaði sem í því felst sem fellur á sveitarfélagið sem varðandi tengingu, göngustíg og annað. Það komin inn í okkar áætlun. Þannig að nú bara vegagerðin ekkert að vanbúnaði en að fara að drífa sig í þessum framkvæmdum. Það var búið að kostnaðarmeta framkvæmdinni í heild, þannig að það liggur fyrir hjá vegagerðinni. Þannig að nú þurfum við bara að fá þetta gert. Það langt síðan, það örugglega bara tugir ára síðan eitthvað hefur verið gert fyrir hringveginn í gegnum Hvolsvöll og það alveg komin tími á það og eins það komin tími á að gera það og líka þá að við tökum upp samtal með vegagerðina framtíðina, hvað verður eftir 100 ár, hvar sjáum við veginn fyrir okkur koma. En já, takk. Takk, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Kári, fyrir þessi svör. Nú áttum við fund með vegagerðinni í haust og það sem kom fram hjá forsvarsmönnum vegagerðarinnar að þeir litu á framkvæmdina í gegnum Hvolsvöll sem svona 5, hugsanlega 10 ára plan, settu það svona einhvers staðar þar. Ég að vonast til að þetta hótel verði risið fyrir þann tíma og ég ekki viss að þessi beygjuvassar muni leysa þann vanda sem að skapast þarna. Þannig að ég hefði viljað sjá aðra tengingu en ef að þetta til þess fallið að við fáum bætur á sangum í gegn þéttbýlið, þá það vel. En ég held að ættum samt sem áður að vera opin fyrir því að reyna að fá tenginguna vestar þarna inn. Takk. Takk fyrir, Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og 14. mál deiliskipulags Stekkjargrund. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað undir þessum lið sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefi merki. Það staðfest samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá deiliskipulag Eystra Seljaland F5. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði afgreidd með minniháttar textabreytingu enda kvöð aðkomu þegar þinglýst. Vísað í grein 593 skipulagsreglugerðar. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd sem textabreyting og í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða.
16. mál á dagskrá er deiliskipulag Eystri Sámstaðir. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur undir umsögn Vegagerðarinnar og leggur til við sveitarstjórn að hafna tillögunni og heimila ekki frekari uppbyggingu með núverandi aðkomu. Er einhver hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Staðfestingar sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar framlagðri tillögu í ljósi umsagna. Þau sem samþykkja gefi merki, það er samþykkt samhljóða. 17. mál er landskipti Hólmatagl. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og leggur til við sveitarstjórn að landskiptin verði samþykkt ásamt hinu nýja staðfangi. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og gerir ekki athugasemd við landskiptin og hið nýja staðfang. Þau sem staðfesta gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá er umsagnarbeiðni gistileyfi Þorsteinshús Ytri Skógar. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna leyfi til rekstrar í flokki 2C að Ytri Skógum Þorsteinshúsi. Einhvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til staðfestingar sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsögnar aðilar og vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þau sem samþykkja gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. 19. mál á dagskrá er byggðaráð 265. fundur lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 265. fundar byggðaráðs. Er eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá legg ég þessa fundargerð byggðaráðs 265. fundar fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana samþykkja gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 20. mál á dagskrá er byggðaráð 267. fundur lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 267. fundar byggðaráðs. Er einhvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Já, Lilja, gjörðu svo vel. Takk, oddviti og aðrir fundarmenn. Mér langaði aðeins bara að fá í ljósi kynninga dagskrárliða. Síðast á dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar þá rak ég augun í þarna fundargerð héraðsnefndar í fundi á síðasta byggðarráðsfundi að þá er fjallað minnisblað Ytri Skóga þar sem að héraðsnefnd hafnar framkominni tillögu. Í ljósi þess eins og ég sagði á þessum fundi liggur til kynningar dagskrárliður 26 mótmæli við birtingu reglna í B-deild stjórnartíðinda og 27 fyrirhuguð riftun samkomulags og afturkallun umboðs. Þá langar mig bara að biðja sveitarstjóra hvort hann getur fylgt eftir eitthvað, hvort þetta tengist eitthvað eða eitthvað slíkt. Það liggur einhvern veginn þannig í loftinu en það er í rauninni engin umfjöllun í fundargerðinni annað en erindinu sé hafnað. Það er vissulega hægt að sjá bréfið en bara svona kannski hvort er þetta að fara aðeins yfir þetta með okkur, hvort að þetta sé mögulega tilkomið út af þessu eða eitthvað annars. Takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, sko, ég ætla svo sem ekki í neinar spekulasjónir af því að erindin bara berast og ég kannski geymi það þangað til við förum með til kynningar á eftir þessi tvö erindi. Fyrir mína parta finnst mér rangfærslur í þessum erindum af því að ég get bara fullyrt það að Rangárþing Eystra hefur staðið sína plikt með prýði hvað varðar málefni Ytri Skógar.
og ég held að þetta var mikið gæfuspor þegar þetta var gert á sínum tíma, þetta samkomulag fyrirsvar okkar þar sem að ytri skógar eru innan marka Rangárþings eystra og skipulagsvaldið þar hjá okkur og við höfum haft umsýslu með ytri skógum í áratugi. Þannig að en varðandi hvort að það fyrirspurning sem sagt var lagt fyrir héraðsnefnd, það snerist að breyta því að í staðinn fyrir að eins og þetta hjá okkur í dag að þá Mýrdalshreppur fer með sinn eignarhlut og Skaftárhreppur fer með sinn eignarhlut en héraðsnefnd Rangárvallasýslu fer með okkar 3 eignarhlut og þá voru þar var lagt til að við myndum huga því að stofna einkahlutafélag, sem sagt sveitarfélög. Og í því minnisblaði svona aðeins reifað kostir þess að þetta væri einkahlutafélag og eftir umræður á héraðsnefndarfundi að þá voru fulltrúar þar í rauninni bara sammála að fyrir þessi sveitarfélög, sem sagt þessi 3 sem í héraðsnefndinni, myndi það ekki einfalda nokkuð hlut fyrir okkur að reka ytri skóga einkahlutafélagi. Og ég held að, og bara að sveitarfélög eftir nú stíga varlega til jarðar varðar einkahlutafélög líka. Þannig að, en hvort að þetta tengist, ég ætla ekki, ég þori ekki að fara með það. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Anton Kári. Þetta bara einhvern veginn, þessi erindi þarna komu okkur aðeins í opna skjöldu af því að ég taldi þetta, eða við töldum þetta vera í bara góðum farvegi og þess vegna bara við erum að leita skýringa. Hvað veldur því að þetta kemur allt í einu á borð til okkar aðeins að við höfum haft af því nokkrar afspurnir fyrir en í þessari fundargerð mögulega, ég veit það ekki, en takk fyrir það. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja ræða mál í fundargerð 267. fundar byggðarráðs? Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það mál númer 21 á dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar. Það tónlistarskóli Rangæinga, 34. stjórnarfundur, 30.10.2024. Lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 34. fundarstjórnar tónlistarskóla Rangæinga. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta gefið merki. Hún samþykkt samhljóða eða staðfest samhljóða. Þá það liður 22, númer 22, 22. liður á dagskrá fundarins Sorpstöð Rangárvallasýslu BS, 240. fundur stjórnar 11.11.2024. Lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 240. fundar stjórnar Sorpstöð Rangárvallasýslu. Eitthvað í þessu sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki að þá ber ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Hún staðfest samhljóða. Og númer 23, 23. liður á dagskrá Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Fundargerð aðalfundar 2024 lögð fram til umræðu og kynningar. Aðalfundargerð Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Eitthvað þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá höldum við áfram í 24. lið fundarins. Það ályktun frá Skólastjórafélagi Suðurlands vegna kjaradeilu. Lögð fram til kynningar ályktun frá Skólastjórafélagi Suðurlands vegna kjaradeilu. Og þar eitthvað, fyrirgefið undir þessum lið sem þið viljið ræða. Guri, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti.
gat nú ekki annað en að fara í pontu undir sem lið í ljósi þess að ég starfa sem kennari. Þetta er líka, þú veist, næsti liður er náttúrulega bara samskonar ályktin og bara hvatning til hvað segir bara sveitarstjórnar bara á landinu og samningsaðilar í þessu kjaradeilu sem er í gangi núna, að við bara reynum okkar besta bara öll til þess að finna það bara lausn, þú veist, og fólk getur það bara orðið sammála. Það er dapurlegt að heyra umræðuna sem er í gangi í samfélaginu núna og það er samúð með kennurum virðist vera bara dvínandi degi til dags og en að við kannski, þú veist, þannig að það er ábyrgð okkar allra. Þó að sé samningsnefnd sem er að starfa fyrir hönd okkar, það er þetta samt það er ekki gott þegar aðilar sitja núna bara í síkvara horni og það er svona eitthvað skona störukeppni í gangi. Þannig ég bara ef þið þekkið eitthvað endilega reynið þá að tala við fólk. Þetta er ekki góð staða og sem kennari er þetta viðst þetta ástand alveg grátlegt. Takk. Takk fyrir Guðri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar. Ég tek undir með Guðri. Staðan er grafalvarleg og ég tala nú ekki sko, einmitt fyrir þau börn núna, til dæmis eins og í FSU sem er eini framhaldsskólinn, 1000 börn eða 1000 nemendur, það er ekki öll börn samt sem áður, sem eru ekki í skóla núna og missa mikið úr og þetta eru líka kannski börn sem lentu að hluta til í skerðingu í skóla vegna COVID og fleira. Ég held að þetta geti haft mjög alvarlegar afleiðingar. En enga síður að þá er einmitt, það er fullorðið fólk beggja vegna og við verðum bara að trúa að fólk einmitt geti rætt saman og komist að niðurstöðu og þess vegna held ég einmitt að okkar hlutverk, sko samningsumboð okkar Rangárþings eystra per se liggur náttúrulega hjá sambandinu eins og þið þekki en við eigum að hvetja náttúrulega bara báða aðila til að sýna ábyrgð og setjast niður og leysa þessi mála því að svona verður ekki við búið og sko og ég tala nú ekki eins og Guðri kom inn á líka, það er valla neitt að frétta, menn eru ekki að setjast niður og ræða málin, þannig að ég held að við ættum bara auðvitað hvetja báða aðila til þess að ná samkomulagi sem allra fyrst, þannig að þetta leysist og já, takk. Takk fyrir Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundamenn, takk fyrir. Ég tek undir með Antoni Kára og Guðri og gat ekki setið í sætinu mínu því að allir vilja taka til málsins í þessum lið og það á vissulega við dagskrárliðin á eftir líka. Það er hálf asnalegt að fara aftur upp í pont og segja það sama en þetta er grafalvarleg staða og við þurfum að í rauninni hvetja báða samningsaðila til að setjast við borðið og ljúka við þessa samninga. Þetta er samkomulag og þessu verður að ljúka til þess að hægt sé að hefja kennslu í þessum skólum að nýju. Takk. Takk fyrir Lilja. Ég bara tek undir með þeim sem hér hafa talað. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, oddviti, fundamenn og aðri gestir. Já, ég tek heilshugar undir með þeim sem hérna áður töluðu. Það er mjög mikilvægt að allavega samtalið eigi sér stað og að það fara að þokast eitthvað í áttina samningum á milli þessara aðila. En mér langaði að benda á að fyrsturinn er að auglýsa núna dag- og kvöldopnanir fyrir 16 ára og eldri, þeir sem er í verkfalli og bara hvet börn og ungmenni að nýta sér það. Það er auglýst á Facebook síðu Rangárþings eystra. Takk. Takk fyrir Sigríður. Já, við erum þarna með bókun varðandi þennan lið
Umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Rangárþings eystra liggur hjá, nú er ég búinn að rugla þessum blöðum hérna og sé ekki á skjáinn. Þetta er nú orðið ansið slæmt ástand hérna, farið í vaskinn. Já, ég ætla nú bara að byrja aftur á þessu. Umboð, þetta er alvarlegt mál og hérna, vonandi bara að þetta leysist sem fyrst. En bókunin hljómar þannig: umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Rangárþings eystra liggur hjá samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sveitarstjórn hvetur aðila til að ná samkomulagi í deilunni sem allra fyrst. Já, þetta er bara, er það ekki? Þurfum að samþykkja þetta? Nú er ég lagt fram til kynningar, já. Þá bara, já, hljómandi gott. Og eins og fram kom, já. Já, ég ber þetta upp til samþykktar. Já. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og eins og fram kom hér áðan er næsti liður á dagskrá, liður 25. liður, ályktun Kennarafélags Suðurlands og Vestmannaeyja kjaradeilu, lögð fram til kynningar ályktun frá Kennarafélagi Suðurlands og Vestmannaeyja vegna kjaradeilu. Og eins og ég sagði, eins og kom hér fram áðan, að þá er verið bara að árétta áhyggjur og alvarleika málsins. Þannig að er einhverju sem vilja tjá sig hér. Ég held að við getum svo sem yfirfært þá umræðu sem átti sér stað undir liðnum hér á undan yfir á þennan lið. Og því í rauninni bara legg ég til sömu bókun undir þessum lið. Umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Rangárþings eystra leggur hjá samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sveitarstjórn hvetur aðila til að ná samkomulagi í deilunni sem allra fyrst. Ef við myndum staðfesta þessa bókun hér líka, já, það er bara staðfest samhljóða. Þá er það 27. liður á dagskrá, það er mótmæli við birtingu reglna í B-deild sveitarstjórnartíðinda. Lagt fram bréf Mýrdals og Skaftárhrepps þar sem sveitarfélögin mótmæla birtingu reglna stöðureiti og gjaldtöku við Skógafoss. Er eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Anton Kári, þegar orðið gjörum svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Mér langaði kannski aðeins einmitt að halda bara áfram með umræðuna sem við vorum byrjuð á áðan undir lið í fundagerð sem var undir lið hjá byggðarráði. Það var þetta héraðsnefndina en bara kannski, og ég ætla að fá að fjalla kannski bara það, af því að þetta eru mál til kynningar, fjalla þau bæði samhliða. Og fyrir það fyrsta þá kom mér náttúrulega þessi erindi mjög óvart þegar að þau bárust, af því að yfirleitt hefur það nú verið þannig og hér innan stjórnsýslunnar á Suðurlandi að menn hafa getað að tala saman og spurt spurninga og þess aftar. Þannig að þetta kom svolítið flatt upp okkur, en það sem þarna kemur fram og einmitt mótmæli varðandi, ef við tökum það fyrst, varðandi birtingu gjaldskrá fyrir bílastæðagjöld við Skógafoss. Þar eins og þið þekkið var framkvæmdin við Skógafoss var okkar stærsta fjárfestingarverkefni þessi árs og er að ljúka. Það hefur alltaf verið umræðinu frá því að skipulagið var samþykkt á sínum tíma árið 2017 með þessum bílastæðum að það myndi fara fram gjaldtaka. Þannig að það kemur, það á ekki að koma neinum á óvart og eins hefur það verið rætt sameiginlegum héraðsnefndafundum og fleira. Það sem er í að við höfum farið út fyrir okkar valdsvið þar sem við erum að framkvæma samkvæmt skipulagi sem hafði verið breytt eftir að samkomulag var undirritað. Stenst engan veginn skoðun þar sem að deiliskipulagið sem gerir ráð fyrir bílastæðin er samþykkt 2017 en samkomulagið sem við gerum við meðeigendur okkar eru gert 2019 þannig að það lá staðfest fyrir þegar það samkomulag er gert. Varðandi aðrar svona, hvað ég var að segja pent, aðdróttanir að Rangárþing eystra hafa ekki skilað leigutekjum varðandi skóga að þá hefur Rangárþing eystra vissulega gert það alveg frá því að Rangárþing eystra fór að innheimta þá lóðarleigu. Það var svolítið tími frá því að samkomulagið var gert við okkur þangað til við fórum að innheimta lóðarleiguna og það var einfaldlega vegna þess að það var verið bara að safna upplýsingum og gera nýja samninga og taka til í samningamálum af því að
Þau voru kannski ekki alveg eins og best fyrir á kosið. En frá því að við fórum að rukka lóðarleiguna höfum við skilað til meðeigenda okkar samkvæmt samkomulaginu öllu því sem þau eiga að fá. Þannig að, og kannski bara til að upplýsa líka, þetta hér til kynningar, en við erum bara núna að vinna í svari til meðeigenda okkar og þar sem að meðal annars þetta mun allt koma fram og það verður lagt líka fyrir sveitarstjórn til kynningar hvernig þessu verður svarað. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk sveitarstjóri, takk oddviti. Mér langaði að koma upp undir þessum lið og lýsa yfir í rauninni bara óánægju með að samskipti sveitarfélaganna séu komin á þennan stað. Ég tekið undir með Antoni Kára. Ég hefði haldið að samskiptin ætti að eiga sér stað á milli sveitarfélaganna áður en að til svona bréfaskrifta kæmi. Við hljótum að lítur að vera að við hefum getað fundið einhverja lausn á þessu eins og við höfum gert í öllum málum hingað til. Þetta eru nágrannar okkar og það eru mörg mál sem snúa að þessum sveitarfélögum, sameiginlegir snertiflitir þessara sveitarfélaga sem hafa verið leystir gegnum tíðina og verða vonandi gert í framtíðinni. Ég held að við megum líka stíga varlega til jarðar og halda okkur réttum megin við strikið og vera bara fagleg og þægileg í samskiptum á þess að gefa neitt eftir af okkar réttindum og íbúðan okkar. En ég harma það að við séum komin á þennan stað í samskiptum og við hljótum að geta gert betur. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Já, þetta ég held að bæði rangæfingum og skaftyllingum þykir nú vænt hvorn annan þó að þetta hafi farið svona og svo sem kom þetta mál til umræðu á öðrum sameiginlegum fundi og ég held að það sé nú vilji að menn ætla að hittast og ræða málin á vettvangi héraðsnefndarinnar. Þannig að vonandi leysist bara úr þessu fljótt og vel. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Það eru fundamenn. Ég tek undir með Bjarka, það er akkurat það sem ég var þegar ég kom upp hérna áðan, að ég harma það að samskiptin séu orðið með þessum hætti að það sé ekki að tala saman og þetta sé komið í þetta harkalegar aðgerðir þrátt fyrir að við höfum ekki haft vitneskju það. Þú vitnar í einhvern annan sameiginlegan fund, oddviti, þar sem þessi mál hafa komið til umræðu. Er það eitthvað sem var þetta rætt formlega þar eða takk? Upplýsa þig. Já. Takk fyrir, Lilja. Eins og svo sem hefur komið fram að þá eigum við í margvíslegu samstarfi við skaftfellinga og eitt af því er byggðasafnið í Skógum. Þar svo sem bara ræddu menn málin eftir að þeim fundi lauk og bar þetta á góma eins og margt annað í óformlegu spjalli svo sem en ég held eins og ég segi bara vona að við berum gæfu til þess að finna út úr þessu máli eins og Bjarki sagði við höfum gert hingað til bara með því að setjast niður og ræða málin. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar. Bara eitt til þess að upplýsa að lokum að þá hefur formaður héraðsnefndar Rangárvallasýslu boðað til fundar þann 3. desember sem sagt með héraðsráði og þá fulltrúum Mýrdals og Skaftárhrepps þar sem að þetta er meðal annars rætt. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki þá göngum við til síðasta dagskrárliðar, 27. Viltu koma upp undir? Ég held kannski að vera eitthvað bókum við þetta, fyrirgefðu. Já, þetta var bara lagt fram til kynningar í rauninni. Ef ég ekki lagt það til sæti mínu, bara legg til að við bókum það einmitt það sem búið að búa til fund til að ræða mál. Mér finnst það bara mjög smart. Þú sé það upplýst það hér. Tökum örstutt fundarhlé.
Já, verið velkomin aftur. Það er 24. liður á dagskrá, mótmæli við birtingu reglna í B-deild stjórnartíðinda. Þar smíðum við í fundarhléinu stutta bókun svona, til þess að útskýra málið og þar boðað hefur verið til fundar í héraðsráði 3. desember næstkomandi þar sem málið verður til umfjöllunar. Við hefum ekki að staðfesta bókunina, hann að staðfesta, hún er staðfest samhljóða og 27. mál á dagskrá og síðasta mál á dagskrá þessar fundar fyrir riftun samkomulags og afturköllun umboðs. Lagt fram bréf Mýrdals og Skaftárhrepps þar sem tilkynnt fyrirhugaða afturköllun umboðs sem Rangárþing eystra var veitt til að gefa út lóðaleigusamninga að Ytri skógum. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þetta mál svo sem var rætt undir síðasta lið að einhverju leyti. Þannig að ef svo er ekki þá var þetta lagt fram til kynningar og dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar þá tæmd og fundi slitið. Takk fyrir.